Förum næst yfir á Blönduós. Valdimar Ó. Hermannsson bæjarstjóri Blönduós bæjar. Valdimar, sæll og blessaður. Þær aðgerðir sem að ríkisstjórnin kynnti í dag, að hefurðu trú og hefurðu skilning réttara sagt á því að skrefin sem að stigin eru tilbaka í samkomubanninu að þau séu lítil? Já, ég held ég verið nú að segja það svona með hvað maður hefur fylgst með undanfarna daga frá þríeykinu á reglulegum fundum, að það áttum maður að vona á því að auðvitað vonar maður eftir því að það er kannski tekin stærri skref, en ég hef alveg fullan skilning á því að þetta sé tekið með varlegum hætti. Skólahaldið, það svona færist í aftur svona smá saman eðlilegt horf? Já, það getur sagt að það snerti okkur minna hérna á Blönduósi. Við höfum náð að halda úti bæði Blönduskóla, grunnskóla og leikskóla, Barnabæ, með þó skertu sniði og frá því að samkomubannið var sett á. Það hefði verið mikið púsl og mikil skipulagning hjá skólastjórnendum að koma því fyrir á mörgum stöðum í bænum, þannig að það sé haldið þessi hópar 20 og það hefur gengið og gekk vel fram að páskum og nú tekin upp þráðurinn aftur í 3 vikur fram til 4. maí. Í efnahagspakka ríkisstjórnarinnar þá eru fjármunir, þeir eru svona eyrnamerktir, meðal annars flugvöllunum á Blönduósi, þá að fara í svolítið uppbyggingu þar. Eru þið að sækja á fleiri mið hvað þetta varðar innspýtingu í atvinnulífið? Já, í þessum fyrsta efnahagspakka stjórnvalda þá svona var eyrnamerkt í innviðauppbyggingu að Blönduósflugvöllur fengi, að við gerðum kröfum 7 milljónir til þess að taka svona lágmarksframkvæmdir sem eru aðflugsljós og brautalýsing, aðflugsstýring, GPS og svo brautalýsing, og það er komið í farveg með Samgönguráði, Byggðaráði og Ísafía til úrlausnar. Síðan hefur við verið í samtali og verið að benda á fleiri verkefni. Við vorum í gegnum menntamálaráðuneyti með uppbyggingu á Kvennaskóla Reit sem í 75% í eigu ríkisins. Það þörf á viðhaldi og uppbyggingu á góðu tilefni líka. Og síðan urðu vonbrigði að fá ekki meira eða fá ekki neitt úr uppbyggingarsjóði ferðamannastaða. Þar vorum við með góða umsókn á fólksvanginum í Hrútey og við erum svona vonast til að fá í annarri umferð eitthvað þar úr. En það var bætt þar inn 200 milljónum ef ég man rétt inn í uppbyggingarsjóði ferðamannastaða. Þegar þú horfir yfir sviðið, þær aðgerðir sem að sveitarfélagið hefur gripið til, hvernig finnst þér innviðirnir svo kölluðu vera að fungera? Jú, það nú svona kannski mesta furða. Vissulega er mest skarð fyrir skildi hjá ferðaþjónustunni. Við sjáum þannig bara búandi við Þjóðveg 1 að maður snýr sig við þegar fer bíll hér sem var stöðug trafík hér yfir dagana. Hér fara og yfir 700.000 bílar gegn á ári og bæði núna kringum páskahelgin voru bara þetta stakir bílar á ferð. Í kringum þetta náttúrulega mikið þjónusta hérna í bænum og í sveitarfélaginu í tengslu við ferðaþjónustu og þjóðveginn. Og síðan eru önnur sem við finnum fyrir eins og í Textílmiðstöð Íslands sem hafa verið svokölluð residens eða erlendir aðilar í námsferðum eða dvalið nokkur skeið, að það hefur alveg dottið niður eðlilega í einhvern tíma. En ferðaþjónustan, það dökkt útlitið þar, getum við sagt á margan hátt. Það á að gera út á innanlandsmarkaðinn í sumar. Þið náttúrulega ætlið að fá til ykkar landan? Já, við höfum undanförnum misserum verið að minna á okkur og hér sé gott að stoppa og hér sé ýmislegt upp á að bjóða þjónusta og útivist, og þess vegna skiptir okkur máli að byggja upp ferðamannastaði og segla sem eru bæði í kringum Blönduós og eins á Norðvesturlandi. Þannig að við munum áfram minna á það og bjóða enga ferðamönnum í sumar, innlendum sem erlendum. En hvað með atvinnulífið almennt? Hvernig heldur það að úr rætist á næstu mánuðum? Já, ég hef nú til þess að hafa áhyggjur af því, bara eins og almennt gerist, að atvinnulífið nú undirstaða allrar velferðar og þjónustu, og þá erum við ekki bara að tala ferðaþjónustu. Það vissulega
menn þora ekki að fara í framkvæmdir, menn halda sér höndum í ýmis verkefni meðan óvissan svona mikil. Þannig að ég nú að vonast til þess að þeim mun fyrr sem að þetta afléttist, þeim mun fyrr fer atvinnulífið í gang á meiri krafti. Þannig að við komumst yfir þetta, Valdimar? Já, við gerum það örugglega og maður hefur vikulega sett inn pistla á heimasíðuna þar sem við bæði þökkum fyrir samstöðuna og hvetjum fólk til dáða að þetta sé tímabundið ástand og við munum fara í gegnum þetta saman.